Sælar, kæru vinkonur og til hamingju með alþjóðadaginn okkar. Ég ákvað að fá nokkrar konur með mér til að segja aðeins frá, sem sagt, hvenær þær byrjuðu í Leitisvörskúl og hvað það hefur gefið þeim. Og svo einhverja eina skemmtilega minningu frá bara starfinu. Ég ætla að byrja þetta og mér minnir að hafa verið bara í október 2020 sem ég fæ skilaboð frá henni Kolbrúnu. Hún var þá formaður og hún var að pæla hvort ég væri heima. Heima og ekki heima, ég var búsett fyrir norðan og sagðist ekki að vera ekki heima í Vestmannaeyjum. En ég væri heima á Akureyri og ég fór svona að spá í hvað hún var hvað okkur vildi hún hitta mig. Og þá sendu mér sem sagt rosa fallegt boðskort af sem sagt að ég mætti koma á fund. Og ég var bara mjög ánægð að var að klára námið mitt og sem sagt þurfti að taka 15 vikur í æfingakennslu fyrir norðan, þannig að ég var að koma heim 21. held ég nóvember eða eitthvað svoleiðis. Það var alltaf COVID, þannig að minn fyrsti fundur var bara á netinu, held ég bara á Zoom, það var ekki bara eitthvað svoleiðis, hún spila bingo, minnum við. En við, sem sagt, ég er vígð inn held ég í febrúar, eða ef ekki mars 2021. Það sem Leitisvörskúl hefur gefið mér er bara dásamlegur vinkonuhópur. Þau eru bara allar mér ótrúlega dýrmætar vinkonur og kannski líka 3 mínútur hafa hjálpað mér helling að komast út úr skilinni minni, 5. skilinni minni. Og þú veist, ég hef alveg hlegið og ég hef grátið og allt þar á milli og einhvern veginn bara orðin frakkar í að standa upp og tala fyrir framan hóp. Þannig já, þið eru mér bara ofboðslega kærar og ég geti deilt bara eiginlega hvaða hlutum sem er með ykkur. Mín eftirminnilegasta minning er kannski bara fyrsta MTM-ið sem ég fór á. Það var sem sagt Egilsstaðir 23, minnum mig. Og við sem sagt sváum allar saman inn í einu herbergi í fullt af kojum. Vorum með einhvern 2 öðrum klúbbum og það var alveg dásamlega fyndið að allir klúbbarnir þarna ákveða að voru sama búningaþemað. Þannig að Rosie, we can do it. Og bara, já, Jónsi var inn á herbergi hjá okkur og þetta var einhvern veginn bara, það gerðist eitthvað. Það var bara, hópurinn þjappaði svo óbúslega mikið saman, við urðum allir svo nánari. Þetta var eiginlega bara mögnuð ferð, eiginlega bara frá A til Ö. Þannig mæli með ef þið eruð eitthvað að hugsa og hafið ekki farið á þessa fundi, fariði. Bara stoppar ekki síðan, stoppar ekki. Hæ, ég byrjaði LC 2004 en voru vígðari 2009, þannig ég er búin að vera frá upphafi og lengur. Er eina af þeim sem stofnaði klúbbinn á svona öðrum. LC hefur gefið mér bara góðan svona kjarna, góðar vinkonur og bara gert samfélagi Vestmannaeyjum skemmtilegra og betra þar sem maður hafði lítið tengslanett. Mín helsta minning er náttúrulega bara ótrúlega margar, öll ferðalögin innanlands og erlendis. Aðalminningin er samt kannski þegar við hjóluðum frá Hollandi til Belgíu 104 kilometra og söfnum áheitum og gáðum í góðgerðarmál. Það var ótrúlega gaman og vorum svo í Belgíu þar helgina og sagan, eða svona skemmtilegasta svona sagan kemur líka úr þessu ferðalagi þar sem við Lilja Guðrún vorum að ferðast saman, vinkona mín sem var í 8. Hún og við náttúrulega viltumst. Þetta var svona, já, við lentum í hermönnum á flugvöllinu, við lentum og fórum í vitlausa lest, endum í Rotterdam og
vorum með 3 tímum og seinar í kvöldmatinn sem var beðið eftir okkur og svo þegar við vorum komnar þá líka læstust við inn í lestinni því við fórum ekki út úr lestinni þegar hún var stopp því við vorum svo vissum að við ættum að fara lengra en þá sést bara, já, fór hún bara í hvíld og var bara hætt að ganga þannig að við læstumst inni en okkur var sér bjargað út og þurftum að hlaupa hann einhverja lestateina til þess að komast og, og þetta var bara ótrúlegt ævintýri og við hlægjum mikið af þessu og okkur finnst þetta mjög skemmtilegt og við ætlum að fara aftur í svona ferð þar sem eitthvað svona klikkar. En bara hafið þið ógeðslega skemmtilegt kvöld og bara Elsie er rosalega skemmtileg félagsskapur, þeir eru ekki sveiknar af því að vera í því þessar 9 sem eru komnar inn og eru að koma inn bara til hamingju með það að vera komnar í Elsie og bara hlakka til að sjá okkur sem fyrst. Ég er alveg alltaf að fara að koma aftur og ég kem aftur sko í heimsókn til ykkar á fundi. Sælar kæru vinkonur og gleðilegan alþjóðadag. Ég fekk þetta skemmtilega verkefni frá Bryndísi að svara nokkrum spurningum leitisvörskul og ég bara, mikil heiður að fá að tala, mér finnst ekki leiðilegt að tala. Það kom svona smá listi yfir það sem ég þarf að hafa svör við og það sem ég man ekki fyrir horn, þá vona ég að mér sé fyrirgefið. Ég þurfti að fara á Circleworld og finna út hvenær ég var vígð inn og það var snemma árs 2021, þannig að haustið 2020 birtust þessar snilldar stelpur á tröppunum heima og buðu mér að vera með. Og þetta hafi verið ár uppfull af alls konar. Ég, persónulega, þessar leitisvörskul hefur gefið mér er náttúrulega fyrir utan bara vináttu, bæði ykkur og bara fjölskyldunum ykkar, af því að þetta er svo magnað. Það er sjálfstraust og svona trú á sjálfri mér og svona bara mín innri efling og það er rosa dýrmætt. Þegar ég hugsa eitthvað svona eftirminnilegt. Það er náttúrulega það eins og maður er þegar maður er orðin kona þannig aldur þá man maður ekki alveg svona voðalega langt aftur í tíman en náttúrulega sem kom fyrst upp í hugan á mér var náttúrulega óvissuferðin okkar sem var bara núna buggy-bílaferðin, þetta var eitthvað annað gaman. En svo er náttúrulega fyrsta MTM-ið sem ég fór á Akureyri. Ég náttúrulega þekkti voðalega fáar. Enga ykkar eitthvað persónulega, en ég bara skellti mér djúpulegina, dreif mig norður á Akureyri. Við vorum saman í sumarbústað, Ólöf, Salome, Heba Rún, Sara Dís og Kolbrún og var ég búin að segja Salome. Anywho, ég kynntist þar algjörum dementum og við verðum örugglega vinkonur til eilífðar. Það var ógeðslega erfitt af því að ég var búin að vera einangruð svo lengi og svo bara, fuck it, ég er á Akureyri, mínum heimabæ, hvað getur klikkað? Og það svo sannarlega skilaði sér í því að ég bara blómstraði og ég er rosa þakklát fyrir að hafa farið í þessa ferð því að þær hafa verið nokkrar síðan þá og mun verða fleiri. Þannig ég bara uppfull af þakklæti og ég er alltaf spennt að hitta ykkur, spennt að gera eitthvað með ykkur og það er ýmislegt framundan og bara takk fyrir mig. Sæla kæru vinkonur. Ég var beðin að svara nokkrum lögléttum og skemmtilegum spurningum fyrir ykkur og já, ég var spurð hvað ég er búin að vera lengi í samtökunum og ég þurfti bara að hugsa en ég man að því að ég var ófrísk af miðjubarninu mínu og ég var byggð inn í Elsie 11 2017. Ég vona sér ekki fara með rangt mál og tekin inn á sama tíma á Kolbrún og fleiri. Og þetta er mjög minnistætt. Þeim var boðið inn í klúbbinn. Það var ótrúlega vont viður og á bankahurðinni stóðu 2 bara rennandi blautar konur
konu sem ég þekkti ekki og rétti mér blað og ég var búin að funda og ég bara, guð minn góður, hvað er þetta? En ég ákvað að kýla á þetta og mæta og fara út fyrir þægindarammann og ég er virkilega þakklát fyrir ég gerði það. Ég var í svolítið tíma að koma mér inn í samtökin, kannski bara því að ég er með lítið bakland, ég er sérst ekki í Vestmannaeyjum og setti klúbbinn ekki í forgang fyrir en bara síðustu árum. En ég var í stjórn núna í 6 ár í röð og þetta er fyrsta ári núna sem ég er ekki í stjórn. Þannig að í dag þykir vel gríðarlega vænt klúbbinn okkar, alveg svakalega. Og annars spurningi er einmitt bara hvað hefur alls ég gefið mér og fyrir mér er bara alls ég klúbburinn okkar eins og litla fjölskyldu mín í Vestmannaeyjum. Ég veit það alveg ef að ég þyrfti á aðstoð að halda að ég geti hringt í konurnar mínar og þykir alveg ótrúlega vænt ykkur allar. Ég ætla ekki að vera að gráta í þessu vídeó samt. En þeir eru klárlega bara fjölskylda mín í Eyjum. Dýrmæti vinahópurinn minn. Einhver minning. Já, þessi stendur upp úr. Ég er búin að vera í stjórn lengi og það sem stendur kannski upp úr er því ég fór að mæta á fundina upp á landi, þessi stærri fundi, að fórum við nokkar konur til dæmis á Egilsstaði og til Reykjavíkur og fleiri staða á fundina og þá þjappast hópurinn vel saman. Og það er ótrúlega gaman að fjölmenna og ég vona innilega ná að fara með ykkur í vor því þetta er algjörlega styrla og því hinna sem hafi aldrei farið. Bara nú er tíminn og vonandi fyrir þessu flesta því þarna kynnist mér alls konar konum og bara gleði og hamingja. Og þjappar hópurinn okkar enn betur saman. Ég held að 3 sé að klárast. Takk fyrir að hlusta. Góðan daginn. Ég heiti Kolbrún. Ég byrjaði í Lady Circle. Ég fekk boð á októberfund 2016. Komst ekki á þann fund, þannig ég fór á nóvemberfund. Og við erum bara vígðar inn í febrúar-mars 2017. Hvað hefur Lady Circle gefið mér? Bara ómælda vináttu. Endalaust út allan heim. Heima er það ákveðið svona öryggisnett. Bara hópurinn hér, hann hefur verið einhvern veginn til staðar á erfiðum tímum og þó sem maður kannski vil ekki tala hlutina, þá finnur maður bara nærveruna. Það er það sem Lady Circle hefur gefið mér og það er það sem Lady Circle á að snúast um. Og eftirminnilegasta sagan, ég á alveg ótrúlegar minningar frá störfum okkar og bæði heima og bara í stjórnarsetu, bara sem formaður og slíkt. En ég fer sem fulltrúi LC11 á MTM og Hvolsvelli 2019 og það er minn svona alvöru fundur og ég hef ekki stoppað síðan. Þar áttu við að vera búin að skrá okkur í einn af 4 viðburðum og það var dans, það var eitthvað vatnapóló eða eitthvað og boccia og eitthvað. Og það var eitthvað eitt í viðbót og það var sem sagt, ég valdi boccia, Guðrún María líka. Svo bætist Sofía María okkar við og hana langaði ekkert rosalega mikið í boccia. Þannig að þær fóru að dansa, þannig að Guðrún María breytir sínu vali bara at the day off og maður áður nefnilega til að vera svo mikið í örygginu sínu. Ég er ekki góð dansari, þannig að ég var ekki að fara að dansa. Þannig að ég fyrir einn þekkti engan fyrir boccia og kynnist þar til dæmis Dagnýju vinkonunnar Hebu. En þar kynntist líka fullt af stelpum úr 7 og þær muna heldur meira eftir mér heldur en ég þeim út af því að ég var í svo miklu keppniskapi í boccianu. Ég var að spila boccia í fyrsta skipti og það kom allt keppniskap fram. Ég öskraði og gargaði og gladdist og klappaði og hló og
og veist, þetta var svo dásamlegt, en því ég fór mínum eigin forsendum inn, þú veist, ég fór ekki með hópnum sem ég mætti með, sem öryggið okkar oftast á svona viðburðum þegar maður er að mæti fyrsta skipti og svona, heldur fór ég bara og ég var bara ég var ekkert að fela hver ég heldur bara, já, og ég held að Helsi Kolbrún hafi svolítið fæðst á þessum viðburði. Herra, ég var búin að taka upp 7 mínútna vídeo og svo leist mér bara ekkert alveg. Það var svo fjandilega að ég ákvaði þess að breyta. Ég gæti sagt ykkur frá 7 mínútna sögunum minni, það er ferðalagi til Indlands. Það bara ekki skemmtilegt, eða þú veist, það bara pínu, þú veist, dramatískt og eitthvað. Svo gæti ég sagt ykkur frá því þegar ég pissaði í mig fyrstu vinnuhelgi landsstjórnar. Já, ég klæði mig í buxur og en ég með aðra sögu, hún ekki mig. Þú veist, ekki alveg bara mig. Heldur frá Finnlandi. Við Sandra ætlaðum að fara í eitthvað eftirparti með Hildi. Og þau bara löpuðu endalaust. Og eins og þau viti að þá náttúrulega Sandra bara í svona hálskóm. Þannig að við vorum bara að labba, þú veist, með langar að segja 400 metrar. En það voru kannski svona 200 metrar. Og ég náttúrulega ekki helum. Og ég bara eitthvað svona, ég hann ekki meir. Og Sandra bara ekki heldur. Þannig að við snérum við. Og ég held að það hafi verið kvöldið sem ég pissaði mest í mig. Fyrir utan hótelherbyggjum. Og já, kannski við eitthvað það vandum að stríða þetta, kannski fara að dati og það eitthvað. En ég mæli mér svona ferðalögum, það alls konar vitleysu sem að koma fram þar.